Baldur, ansið stórt tap hérna fyrir KR í kvöld. Hvað klikkar upp? Já, hvað klikkaði ekki? Það er nú kannski betra að spyrja á því. Við mætum greinilega algjörlega hauslausa hérna og já, allir sem einn. Við náum bara ekki að bæta fyrir það og náttúrulega eftir fyrri hálfleikinn þá er þetta orðið svolítið djúpt. Þannig að það fer allt og mikil orki að reyna að vinna þetta upp aftur. Við tókum smá spretti í þriðja en þetta var gengið of langt. Svo segir þetta bara fyrri hálfleikur, það var eiginlega út ævintýri. Er það bara einbeitingarskortur hann í byrjun? Já, við erum reyndar að vinna í því núna, höfum verið að vinna í því undanfarnum æfingum að breyta aðeins sóknarleiknum og svona. Og það var kannski ótrúlega mikil tími í það og kannski er fókusun líka komin allt of mikið á hennar valsleik í úrslitunum bikarnum sko. Það borgar sér að taka eitt skref í einu, við fórum kannski 3 þarna og byttum alveg á rassinn. Vörn KR samt sem var virkilega sterk og áttu mjög erfitt með að komast í gegnum hana, eitthvað óvæntar? Nei, mér finnst KR-ingar að vera að spila bara eins og það hafi verið að gera. Það eru kannski ekki með mjög stóran hóp en það spila mjög vel saman og kannski það lið sem spila hvað best saman í deildinni finnst mér. Þessi boltinn er látinn fljóta og enginn er mikilvægari en hver annar sko. Og það er það sem Karvan á að ganga út á. Bara vel gert. Það er mánaðamót á föstudaginn, þessi janúar er ekki búin að vera frábær hjá okkur. Fagnið í febrúar komið? Já, við gerum það. Við hefum kannski þurft að bæta við okkur manni eða eitthvað svoleiðis eða bara leita til yngri stelpnanna og maður er að reyna að gera það núna, kannski full seint. En ég ætla að reyna að treysta á þér og leyfa þeim að prófa aðeins meira. Það er verið að læra bara af mistökum. Það komu nokkrar inn í dag og voru alls ekkert slæmar, ekkert verri heldur en gömlu kanónuna sem voru alveg steinsofandi líka. Og ég sjálfsagt líka. En þessi síðustu leikir eru búin á í 1 sigur í síðustu 5 leikjum í deildinni. Þannig að vantar þannig inn bikarsigur. Þetta getur dýrt svona þegar 5. liðið er svolítið að berja á hörðunni. Já, við vitum það báðir og allir að svona spilamennska á ekkert erindi í úrslitakeppni. Þannig að ef við ætlum að halda svona áfram þá er mikið nær að leyfa öðrum að spreyta sig sko. Það er bara stærðin. Þannig er það.